Sandra, þú varst að koma heim frá Prag. Hvað varst að gera þar? Heyrðu, ég fór út og fékk að upplifa stórt ævintýri þar sem ég spilaði með Slavia Prag í stórborginni og fékk að upplifa öðruvísi menningu bæði í borginni og síðan líka bara kynnast öðrum áherslum í fótboltanum. Hvernig kom þetta til að þú fer til Slavia Prag? Heyrðu, það eru einhverjir aðdáendur hérna á Íslandi sem eru frá Tékklandi sem að fylgjast vel með öllum leikmönnum deildarinnar og hvað er að ganga vel og svona og þeir höfðu samband við umboðsmann Slavia og létu vita af nokkrum spennandi leikmönnum og þannig fór boltinn einhvern veginn að rúlla af stað og þau höfðu samband við mig. Hvernig er þetta lið statt svona í kvennaboltanum? Þetta er lið sem er á gríðarlega mikilli uppleið. Þær eru búin að spila núna í meistaradeildinni og komast langt bara undanfarin ár og komast í rauninni hverju einasta ári í meistaradeildina og eins og í fyrra held ég að dottið úr í 16 liða úrslitum og núna í 8 liða. Og síðan er þetta lið sem er alltaf að berjast titilinn. Hvernig gekk að aðlagast í Prag? Þetta gekk bara mjög vel, sem var kannski erfiðast tungumáli. Þetta er svolítið öðruvísi frá því sem maður þekkir og en ég var fljót að ná þessu allan með fótboltaorðin og svona og ég held að það tekist bara í öðrum eða þriðja leik. Það fór ég að skilja hvað stelpurnar voru að segja við mig. En annars tóku stelpurnar rosalega vel á móti mér og liðið allt og mér leið bara mjög vel frá fyrsta degi. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem þú ferð út, Nei, þetta er í annað skipti. Ég fór til Þýskalands 2016, spilaði þar með Bayer Leverkusen og gerði mjög svipaðan samning og ég gerði núna og var þar á undirbúningstímabilinu, fékk að sleppa við þessa löngu 6 mánuði á Íslandi og fékk að æfa og spila með þeim. Og þetta er svipað ævintýri en náttúrulega aðeins öðruvísi áherslur sem er lagðar í fótboltanum. Nú er Bayer Leverkusen lið sem við þekkjum kannski betur heldur en Slavia Prag. Munurinn á karlaliðinu og kvennaliðinu að núti? Karlalið er náttúrulega rosalega hátt sett þar og við stelpurnar út í Þýskalandi þegar ég var þar fengum mjög mikið frá þeim í rauninni. Við græddum rosalega mikið á því hvað þeir voru góðir og fengum að nota aðstæður sem að þeir fengu. Til dæmis gríðarlega góð aðstöðu varðandi líkamsrækt og það var ísklefi og það var risastórir klefar sem við fengum að nota og spiluðum með flottum leikvangi og svona. Hvernig er þetta þegar þú ert að fara út í kvennaboltanum? Ertu að fá næg laun til þess að geta verið bara í fótbolta? Já, í bæði þau skipti sem ég hef farið út, núna til Tékklands og síðan því ég fór til Þýskalands, þá hef ég verið á fínum samning þannig að ég hef fengið íbúð og nægan pening til að lifa af og enda ekki í mínus eftir þetta. Þannig að þetta er engin himinhá laun en þetta er eitthvað sem maður getur alveg lifað út mánuðinn af og það er aðalega ástæðan fyrir að ég er í þessu, bara til að njóta og hafa gaman og læra og svo sem ekki númer 1, 2, 3 og fá mikinn pening út úr þessu. Hvernig er að koma núna aftur heim á Þórsvöllinn? Það er alltaf rosalega gott að koma heim en það var rosalega gaman að vera úti, gott ævintýri og góð reynsla en heima er það sem manni líður best þannig að ég er rosa sátt. Hvernig legg ég upp með tímabilið núna? Ég held að sé bara svipaðar áherslur og í fyrra og Donni leggur miklu áherslu á að hugsa bara næsta leik, einn leik í einu. Það var svona pínu okkar motto að við fókusum bara á það sem er næst og næsti leikur er alltaf stærsti leikur sumarsins og svo reynum við bara að komast hann í gegnum sumari og þá hlýtur það enda vel. Þið ætlið ykkur stóra hluti í sumar? Já, það er ekkert feimnismál. Markmiðið er bara klárlega titillinn og komast upp úr riðlinum í meistaradeildinni. Það er svona það sem við ætlum að byrja með og síðan sjáum við til hvort að þetta gera eitthvað ennþá meira en það. Hvernig er stemningin á æfingu núna og gírinn í hófnum? Stemningin er bara rosalega góð. Það eru allir leikmenn með hausinn samstilltan og við erum allar með sama markmið og vitum hvað við þurfum að gera, hvað við þurfum að leggja á okkur og leikmenn eru tilbúnir að gera það og ekki bara við sem erum að spila hérna átján, heldur líka þjálfararnir og öll umgjörðin í kringum okkur. Þannig að mjög mikilvægt að hafa svona gott teym í kringum sig. Sandra, hvað varstu gömul þegar þú spilaði fyrst hérna á Þórsvellinum með meistaraflokk? Ég var held ég 16 ára gömul árið 2011 þegar ég spilaði svona mitt fyrsta alvöru tímabil með Þórká. Það var rosalega skemmtileg upplifun að fá að byrja fyrsta árið hér. En nú hefur þú spilað með landsliðinu líka. Hvenær fyrstu fyrst kallið þangað? Það var árið seinna því ég var orðin 17 ára. Árið sem við vorum Íslandsmeistarar með Þórká. Þá einhvern veginn spilaði liðið vel og góð stemning kringum liðið og það svona ýtti mann áfram í að bæta sig og að komast í sviðsljósið og þá fekk ég kallið það sumarið þegar að Katrín Ásbjörnsdóttir, liðsfélagi minn þá, meiddist. Hvernig leið þér þegar þú fékkst kallið, 17 ára?
ef ég viðurkenni það, þá var það ekki eitthvað sem ég var búin að búast við en það var náttúrulega alltaf markmið og draumurinn að fara í A-landsliðið en einhvern veginn hafði ég aldrei reiknað með því svona ung, sérstaklega það sem að liðið var frekar mikið eldri leikmönnum þegar ég kom inn í liðið þannig að ég bjóst við því að það myndi koma kannski hvað segir maður, liðsskipti eða svona árgangsskipti kannski 2-3 ár seinna en þetta var bara rosalega gaman og við vorum þarna 3 ár, ég, Elín Metta og Glódís sem fengum kallið allt sama árið. Nú erum partur á hópnum, svona manni sem ég hefur aldrei fengið kallið í landsliði. Er þetta samt ekki alltaf skemmtilegt þegar þú færð tilkynnt að þú ert í hóp? Jú, þetta er alltaf jafn mikill heiður og það er alltaf sami hnúturinn í maganum sem kemur daginn sem á að tilkynna hópinn og ég held að það sé bara mikilvægt að átta sig á því. Þetta er ekki sjálfgefið að vera partur af þessu og maður þarf alltaf að vinna jafn mikið, vinna sér inn fyrir hverju sæti sko. Þannig að þetta er eitthvað sem ég held að muni alltaf vera og er bara partur af því að vera í landsliðinu. Þú ert núna í hóp og fyrirliði hjá Þór K og að gera í sumar? Já, það er stórt sumar framundan og mjög mikilvægt bæði hjá Þór K og líka hjá landsliðinu. Við ætlum náttúrulega að vinna titilinn aftur hérna, að fá að norður aftur til að vera Íslandsmeistarar og sömulegis þá stefnum við í landsliðinu á því að komast í fyrsta skipti í sögu Íslands á HM. Og hvert svo? Hvert er stefnan sett? Það fer svolítið eftir í hvað maður hefur í boði eftir tímabil en mér langar að fara út. Bara spurning hvort það verði eftir sumarið núna eða eftir 2 ár. En markmiðið er klárlega að fara eitthvað út og spila sem atvinnumaður í nokkur ár. Þú ætlar fyrst að lyfta dollunni og komast á HM? Já, skulum byrja á því og síðan sér maður hvað gerist eftir það.